Ég hrædd við hana í þessu hérna átviti. Þetta bara sem, ertu með byssu með þér? Já. Það lítur smá þannig út. Stílbrot í boði Blue Lagoon, Skin Science, Mercedes-Benz, Vitamin Well, Optical Studio, Nova Sirius og MSI. One for the money, two for the show. Jæja, Maja. Gleðilegt sumar. Gleðilegt sumar. Ertu ekki pepp í þetta? Ég svo pepp. Sér hvað gaman sem komið sumar. En sko, ég elska gleraugun þín. Já, ég elska þau líka. Já. Tom Ford, Optical Studio. Ótrúlega geggjuð. flott. Gaman að segja frá því að Optical Studio er Nýr styrtaræðileg þáttarins. Já. En byrju, hvað ert þú með? Ég er með Prada úr Optical Studio. Elskaði, það er svona gular, eða svona sleikjur í, þú veist, þau eru ekki svört, þannig að þegar þú kemur nær þá sérðu að þau eru alltaf svona yrjótt einhvern veginn. Elskaði. Já, það eru ókslega flottaðir. En þú ert líka eitthvað smá vígaleg. Já, ég veit það. Ertu með riffil nokkuð? Nei, finnst þér ekki fín? Þú ert rosaleg. Hvað fannst þetta? Herðu, ég keypti í Companies. Þetta er Ivy, Copenhagen, og ég hugsa bara mist cool þegar maður ætlar að vera með eitthvað statement að vera í saman. En Já. ég var í jakkanum bara í dag við gallabuxur og svo ég veit alveg að nota þetta helling í sikkur lagi. Minnst þú geggjuð? Meira. En ég var aftur á móti bara gaman að segja frá því að aldrei svo vant. Þetta gerist ógeðslega sjaldan fyrir mig. Ég vissi ekkert í hverju vildu vera. Bara ekki neitt. Nei. Og ég opnaði bara skápana mína. Já, og átti náttúrulega ekki neinn föt. Og ég átti bara náttúrulega ekki neinn föt og enga búð og ekki neitt. Nei. En átti ekki svona, kemur þetta ekki fyrir? Jú, en fyndið. Ég var bara ekki stuðið fyrir neitt. Nei, einhvern en veginn. fyndið þú segir þetta, af því að ég var að segja þetta áðan. Já. Ég er aldrei í vesinni með að klæða mig yfirleitt. Nei. Ég bara vakna og fer í eitthvað Já. og er bara sátt. Já. Í morgun, ég skipti föt svona 8 Já, hvað er málið? Er eitthvað í loftinu? Það hlýtur bara að vera, því að þetta var mjög óvinnilegt fyrir mig. En að segja hvað ég gerði, ég sagði við Ísabellu, dóttur mínu, ég á ekki neitt til að fara í, ég bara er ekki stuðið fyrir neitt. Hún bara sagði, ég skal dressa þig. Ég bara, ok. Já. Og ég bara, hún bara setti alltaf skartaði mig, hún á þetta, hún á svo blússu, hún reytar á búðinu minni og ég fekk skóna lánaði hjá henni, Ísabella Marant, ógeðslega Ógeðslega. og bara, ég með hnút, ég ákvaði þetta ekki sjálf. Mér finnst þú bara ógeðslega flott. Ég elska skartið og eyrnalokkana og ringana og En það ekki, en veistu hvað, mér fannst má gaman að bara gera þetta ekki sjálf. Já. Og svo leiti ég í speilinu og alveg bara, þetta er ekki ég, en whatever, ég ætla að prófa að vera þessi í dag. Já, nákvæmlega. Gaman að pröfa. Mér ég ætlaði líka að segja, hann er ekki nýr, ég veit Nei. það, Vitamin Well Elevate, Já. en hann er búin að vera uppseldur og sko, ég elska bragðið af þessum. Það eru svona ananaskeimur og svo er B12 og fólinsýra og magnesium og zink. Fólinn sér að gegja fyrir ólíkar gels. Já, og líka þú ert að reyna á róldur og og B12. Mér finnst hann góður, þessi. Veistu það, ég held að mann vanti rosalega oft B12. Þannig, finnst hann ekki góður? Mér finnst hann rosalega góður. Já, I love. En já, við erum bara komin í sumarstuð, ég er að elska þetta. Ég líka. Pældi í þessu. Ég var nefnilega að panta í morgun, ég var að fundi og panta jólaföt. Ég veit. Og ég er ekki að nenna að vera að panta palléttukjól, ég get þetta ekki. Nei. Ég er að fara að fá mér sólgleru í Optical og Já, einmitt. get ekki staðið í þessu. Einmitt, ég bara... En stundum er alltaf skrýta að vera alltaf svona í næsta sísoni, þú veist, Já, að kaupa inn. maður er yfirleitt í apríl-mæ að panta jólinu. Já, nei, ég var bara að kaupa það reyndar ókslega flott, bara Já. palléttukjól og palléttupils og eitthvað. En í hjartana var ég bara sumar, líka bara voru svo geggja við. Það er búin að vera æðislegt veður og bara vonum að það haldi. En ertu búin að velja ný Sonnys fyrir sumari? Nei, ég var eftir að gera. Já, við ætlum að fara saman. Já, ætlum að fara saman. Ég er alltaf, þegar ég er að skoða í Optical, þá er ég alveg bara ógeðslega mikið að skoða Tom Ford. Já. Ég elska þessi gullínuna hennar. Já. Og það er til svona líka sem að skiptum lit. Já, einmitt. Já, þannig öðru sér seipi, það er svo mikið snildi sem er á skíðum eða einhvers staðar í útlöndum eitthvað, þá er þau svona létt, og sérðu augum mín, sérðu Já, gegn það. ég sé í gegn. Já. En þegar það kemur mjög mikil sól, þá verða það svona dökkun sem þín. Já, einmitt. Það er algjör snilt. En svo langar mér líka bara ógeðslega að skoða Miu Miu. Mér líka. Og Prada. Miu Miu er náttúrulega Og dóttur. Valentino. Já, dótturmerki Prada. Miu Miu er litla systir Nei, Prada. sko, ég næst ég hrættu út. Svo skipt að frela, hvað er að frela? Hvað er dóttur? Miu Miu er náttúrulega bara, dóttir Prada. Já, Eða skilur þú veist, auðvitað. merkið. Þannig að þetta er svona litla systir eða eitthvað. Og ég bara elska Prada. En ég er líka algjör Miu Miu svona sokkar. Já, einmitt. Ég sko fyrir alltaf í, ég ætla alltaf ekki að fara í Optical
Vá, En bjart. eiginlega alltaf, þegar ég er í kringlunni að smárlind, þá er ég alltaf inn í haustum á mér, labbaði framhjá. Gerðu það ekki. Svo er ég alltaf bara, hæ, nei, það er alltaf, ég hitti Jórunni eða Guðrún, ég kannast við svo margar sem er að vinna þar. Nei, þetta er sko hræðileg. Ég er góðu fastakonu, sko. Ég næ ekki að labba framhjá. Nei. En það er svo gaman að máta gleraugu líka. En þau eru bæði í kringlunni smárlind og svo líka Hafnartorgi. Já. Við ætlum að kíkja þangað. Já, Ég við ætlum að minnst kíkja því. þangað. Og svo eru þau líka í Keflavík, ekki? Jú. Já. En við ætlum að kíkja Hafnartorgi, ég er spennt. Við sýnum ykkur það, við tökum örugglega bara með okkur, setja í story og eitthvað svona. Já. Okay. Yes. En hvað ætlum við að gera í dag? Ertu með eitthvað meira? Herðu, Hvað var? bíóið maður, við ætlum að Vá, taka hvað var eða gaman. svona Já. recap. Nei, hvað það var gaman. Já, það var Ég er búin að geggjað. gleyma hvað Pretty Woman var. Nei, ég Sko, var ekki búin að ég gleyma verð nú eiginlega að segja, mér finnst hún eldast bara freka vel. Nema bílarnir voru rosa gamlir. Já, og hún eldist alveg vel. En það sem ég var svo gaman, eins og til dæmis Viktoría sem er að vinna með mér, Það er ekki séðan. hún var að sjá hún fyrst skipti. Hvernig fannst henni? Henni fannst hún bara góð og bara gaman. Ísabella sagði eitthvað svona. Nei, hún sagði sko, það var svo gaman að, þú veist, hún veit bara hvernig, að því allir er búin að sjá hana. Hún sagði, þannig að ég var svona að upplifa bara þessa mynd svona í fyrst skipti, henni fannst það æði. Það var óslega mikið skemmtilega stelpur sem komu. Það var ótrúlega vel hefna kvöld. Já. Og maturinn á Lóla, oh my Ég god. veit að þetta er náttúrulega bara eitthvað annað. Ef þið er ekki búin að prófa Lóla, þá Já, verðið að prófa. bara Þetta mæli er 100% æðislega með. matur. Ótrúlega góð matur og svo fallegt að inni. Ég veit það. Mér finnst það líka bara maturinn er fallur, staðurinn er fallur, góð þjónusta, mæli Og með. bara, þetta var eitthvað fullkomin kvöld, bara allir fengur flottan goodie bag og þetta var ókslega gaman. Ég var alveg svona fór glöð á kotta. Já, ég líka og þetta var æði. En talandi bíó, ertu búin að smakka nýja bíókroppi? Ég lættist því áðan og ég bara, sko, þetta er bara eins og ég hefði hannað þetta. Þú veist, en ég veit að það er fullt af fólki sem elskar piparbrjósikur og allt það. Já. Ég bara elska það. Þannig að þetta saman er bara, þetta er sko svona That's your drauma. Já. Já. En þetta var að koma út bara í dag held ég. Nei, ég held ekki er. Já, ok. Nei, Ekki fyrst daginn. nei. Þetta er alltaf glæni Þetta er að koma bíókropp. út held ég á morgun eða hinn og við erum að taka upp, þú veist, Já. Ok, þannig að þetta er komið út ef þátturinn kemur út. bíókropp með piparbrjósikur. Geggjað. það ekki? Jú, Svo gott. svo gott. En hérna, Herru, við ætlum á gest. við ætlum á gest. Herru, annar gesturinn sem við fáum þáttinn, við ætlum að vera með gesti af og til. Þetta er náttúrulega síðasti þátturinn þessari serju. Já. Vert að taka það fram. Já. Og við ætlum að vera með svona smá aðra óvislir næstu þáttari Já. sem við segjum frá bara næst. Hann verður bara náttúrulega svipað þátturinn en ætlum aðeins að breyta rauða þræðinum. Já, og fá kannski aðeins fleiri gesti. Fá hans fleiri gesti og tíska verður náttúrulega Alltaf rauði þráðurinn. alltaf númer 1, 2 og 3. En þannig að eigum við ekki bara að fá Elspötu í stólinn til þín? Yes, Ok. Elisabeth Gunnar, stórvinkun okkar. Yes. Við ætlum að fá hana hérna lóðbeint frá Svíþjóð. Yes. Ja men hej min nordiska vän och hjärtligt välkommen i mitt podd. Þú ætlar að byrja svona? Já, Okay, ég var að æfa mig á þann. Erla hringdi í meðalveg, þú verður að segja við hana. Þetta er enda Hjartligt rosalega mikið. velkomin Ég í mitt heyri podd. smá í Erlu. Og ég var bara, já, ég skrifa þetta niður sem ég myndi muni þetta. Já, hún er að byrja. Ertu ekki byrjuð? Má ekki eðlika þáttinu mér. Þú átt ekki að vera með, afsaki vinn minn. En Elisabeth Gunnarsdóttir, velkomin til Íslands. Takk fyrir. Ég laði þetta allt með. Til hamingju með nýja podcastið, það er ekkert smá flott. Vákvæð gaman að fá þig í stólinn. Já, það vil Hvað ég þessi segirðu? komin í kaffi. Já, kaffi. Nei, við erum ekki með kaffibóll út af það kvöld. Nei, það er verið gott að vera með einn húða Við skálum í Já, vítamin þetta er enda velbæri líka staðinn. sænst, sko, ég kann að meta. Allt sænst. Gott að sjá þig. Rosalega gott reyndar, ég þurfti þetta mjög mikið, Já. mjög langur dagur, við erum að taka upp. Já, þú ert með Þið eru reload. báðar B-típur, ég er Þú algjör ert A, A. sko. Já. Þetta er best. Þú vítir mér vel fyrir gjall og ekki veitar af. Nei, einmitt. En heyrðu, takk fyrir að koma. Já, takk Er fyrir að fá hann mig. eitthvað Ég er leiðinlegur? eitthvað, þykist vera eitthvað tækni tröllina, er þetta ekki fínt bara? Ég er alltaf að segja með þeim, ég langar svo að halda á honum. Já, Já, ég er bara að því ég var alls svo hrættu í mikrofóna. ég Núna veit er ég það, bara en orðin þú- podcastari, þannig að ég er bara Pældu. eitthvað, mér langar að vera bara, hvað segiru, Elisabeth? Hvernig hefur Ég það? held að þú ráður í sjálf, sko. Ég held að þú gætir bara. Já, ég þarf að fá mig þannig. Já.
En mér langaði svona að spyrja bara svona alls konar spurningar, við þekkjum náttúrulega ógeðslega vel, þannig að það er ekki erfitt, en ég skrifaði samt nokkra niður sem ég myndi ekki gleyma. Ok. En bara fyrst, hvernig er lífið í sænska? Það er bara eins og Instagram. Já, það? Bara eintómsöðla. það Nei, jú, það er enda Krúttileghús æðislegt. og Já, við reynda búum alveg á æðislum Antikmarkaður stað og Stokkólmur er, sko, ég náttúrulega hafði búið áður daldið nokkur ár í Svíþjóð, alltaf í Suður Svíþjóð, þannig að ég er í fyrsta sinn, þú veist, í höfuðstaðina. Og hérna, Fannst og þér ég bara- að tala góða sænsku, bæði vei? mér fannst þú fín, sko, ef ég ætti að ljúga þér. En hérna, já, Stokkólmur er nefnilega líka bara lauma fyrir Íslandingum, þannig að ég er náttúrulega mjög talsmaður Já, hérna ég veit. borgarinnar, en af því að það fara allir til Köpen, sem er líka æðisleg og við hefum nú margar góða minningar frá Kaupmannahöfn og eitthvað hafa komið fram í þessum þætti, en hérna, hún er það stór að maður þarf svolítið að gefa sér tími í hana og ég er svo sannlega búin að hafa þá tækifæri til þess að kynnast henni bara svona alveg djúft, sko. En alltaf lifehack að ferðast með þér. Já. Það er snillingur að sjá fallega hluti og bláan heiminn og flott út og ég bara, maður er svo heitlast svo með þér, svo hitti þú dóttir mínu Svíþjóð Já, og hún náði hringdi að í hitta mig hana. þegar hún var búin að vera með þér. í og hún, samt mesta vetrinum. já, Það var og alveg hún ekki- hringdi í mig og sagði, mamma, ég meina Stokkólmur er æði, ég bara, ég veit, þú varst meðlismur. En það var bara, sjá Já, þetta, já. ekki að veikt og Ég held að fara líka bara kannski eftir með hvernig þú ert, sko. Já. Þú hrýfur mig líka með það. já, ég bara elska að skoða heim með þér, en hún var allavega uppnumin, Já. hvað segir maður ekki það? Ég er einmitt að byrja með ferð, nei, það var auðvitað gaman, skilur, Ferðaskrifstofa að því mann er ekki. langar svo mikið, maður er alltaf að senda á hérna, þú veist, fylgjendur manns á Instagram og svona, þú veist, Alltaf að spyrja. endalist á tipsum og maður verður svo spenntur, bara langar næst í að þú veist, þekkir ekki einstaklingar en langar svona eitthvað að senda daginn eftir, fóstu, hvernig Já, fannst þér? hvernig var maturinn? maturinn ekki örugglega góður, þú veist, er maður ekki að, og smá svona, sorry með veðrið, það var gott fyrir síðustu viku, þetta er smá eins og þið vitið þegar maður er á Íslandi og er svona eitthvað sorry með veðrið, við útlendingar sem hittir nýr bæ, ég er alltaf þannig, Æi. að því veðrið gerir svo mikið. En já, ég veit að nú komið gott veður í Svíþjóð ekki. Jú, það er komið vor og þetta er besti tíminn í, Já. bara þú veist Svíþjóð eða Þetta er svona Danmörku, tími sko. sem ég þarf að blokka þig. Já, Já, það kan fara Einmitt. að koma gráður og svona. en þetta er alveg svona smá það sem að þú veist, maður hefur saknað, þú veist, árstíðir eru Já, svo ég veit það. Mikið góðar, en ég er náttúrulega núna hérna í smá vinnustoppi í apríl og það er bara fáránlega Geggjað gott veður, veður, þannig að það Það getur var byrjað að ekki snjóa svona, næsta- manstu fyrir 2 vikum. Nei, En þú veist, hvað var svona auðveldast og erfiðast við að flytja út? sko þetta var náttúrulega að því við bjöggum sem sagt fyrir þá sem ekki vita, við náttúrulega bjöggum við mjög mörg ár víða út af manninu mínum sem spilaði handbolta. Þeir eru smá atvinnumenni að flytja líka. Já, en þetta var svona smá, þú veist, svo flyttur heim, þarftu þá ekki bara, þá ertu bara komin heim. En fyrir mér var alveg svolítið svona stór, þú veist, ég vildi ekki útiloka að ég fer aftur út. Og ég veit alveg að það var ekki allir sammála mér kannski í því, svona ömmurnar og afarnir, hérna barnana minna og svona. En þetta var eiginlega svolítið bara, þú veist, ég nefndi ekki að vera típan, ég hef búin að prófa að búa þá í fyrsta sinn sem eiginlega fullorðin á Íslandi og ég var bara mjög þreytt, þú veist, ég var búin að vera bara svolítið að vinna yfir mig og hann líka komin í að þjálfun líka, maður minn og búin að eiga upplifun með börnum mín úti að vera í svona með hægari lífstíl, þú veist, af því þú ert náttúrulega þá ekki aukalega við vinnu kannski alltaf að með eitthvað plön og mikil plön og þú veist kannski plönin sem þú ert með er með börnunniðinum og fjölskyldunniðinni en hér er þetta meira svona, ég var alltaf á pössun og ég vegna þess að stríða barnið okkar hérna eftir að við flyttum heim og ég fekk alveg smá bara svona Ég vildi ekki. veist, sko ég elska nefnilega alveg Ísland Já, þú veist, ég ég held fatta. alveg að margir halda að ég gerði ekki en ég Nei, elska ég veit Ísland og það. ég er rosa stolt af Íslandi, íslensku hönnun einmitt og þessu öllu en ég fekk bara svona, ég nú eftir þessa litlu stelpu mér fannst ég var að missa af henni Það var og smá líka, kafna. já ég var bara svona smá vildi líka gefa henni það sama ég vildi fá sama með henni að fara bara ról og í low tempo sko þannig ég var bara, ok, ég nenni ekki að vera bara típan sem er bara alltaf að tuða eitthvað, það er umhald veður hérna, gerðu það bara eitthvað í því, í Já. staðan fyrir að vera alltaf að hérna kvarta, Þetta er ekki þekkt fyrir neitt annan að vera mest í dúarinn. en við allavega já þannig að við bara ákveðum að, þú veist gerum þetta bara alltaf eila, leiðum bara okkar eignir og leiðum bara úti og ákveðum bara prófum bara 1 eða 2 ár fyrst og hérna, já En hvað var, veist, hvernig var þetta fyrir krakkan? Var eitthvað sem þetta er ógeðslega erfitt, Já, þú veist, þetta er ekki, ég var að grínast, þú veist, þetta var, þú veist, í byrjun var þetta bara mjög erfitt, það er, en aftur, reynslan eins og þú segir, þú veist, hjá mér, ég vissi að þetta yrði erfitt fyrstu Já. mánuðina og mér þess að, hérna, þú veist, fjölskyldur sem hafa verið að flytja erlendis, það var einmitt vinkun okkar, Eva Dögg, hann sem flytti Frakklands, ég man að hún ætlaði að flytja hana í hálft ára eitthvað, ég held verti ár,
Já. af því að þetta er hált Það er þar sem ekki þetta er erfitt þannig að já, þetta var alveg erfitt sko, en ekki fyrir sko miðan minn kvartar, ég hef aldrei heyrt hann kvarta Nei, yfir neinu en þú veist, það er auðvitað erfitt fyrir litla stelpu sem kunni ekki eitt orð Nei. og þú veist, en hún er bara blómstrar í dag sko, Já, þú kann allt í einu 2 tungumál og sætast í heimi. bara Pippi Langström og Já. ég veit það, Já, það er sætt. besta. Mm En hérna, Ég gæti tala um heilan þátt um ég bara veit þetta það, en sko. er það heldur verðir þarna eða kemur aftur eða bara bæði eða? Sko, það var í algjör draumur að maður gæti bara 50-50 og bara skólakerfi myndi leyfa það þegar maður er ekki bara að hugsa sjálf á sig sko. Sko, ég veit það ekki. Það verið kemur lífið ljós. er alls konar sko, við erum aðeins að sjá. En ég hugsa, ég kom nú alltaf eitthvað, veist, já, ég kem aftur sko. Já. En hvað ætlaði þessu að spyrja með hérna? Þú veist, já, ég var að hugsa, að því ég var að hugsa, þess að við vorum út í Portugal og svona. Það er náttúrulega bara snild að vera með þér. Þú ert alveg bara, oh my god, sjá þetta, sjá himn, sjá gömlu konuna þarna, sjá þetta, þau eru bara þarna bara pítsu. Og ég er alltaf bara, já, vá, bara ég hefði ekki séð þetta, ég hef ekki verið með þér. Einmitt. Veist hvað kemur þetta, veistu það? Er þetta bara eitthvað svona tamir, er þetta bara, ertu bara svona, skilur? Já, ég held ég sé bara svona sko. Já. Þú ert sko, svo held ég að maður sé það ekkert sjálfur. Þú Er það hefur ekki? sagt mér þetta. Já, Þetta veit ég að ég bara elska eitthvað svona sætt gamalt fólk og þú veist, því ég bjóði í Frakklandi, svo byrjuðu að taka myndir sem ég bara, ákveður að taka mynd núna, bara einhver gamall kall í Já, nei, glugga, eitthvað að örugglega gera. með hatt af því að ég er alveg veik fyrir svona gömlum köllum með staf og hatt og ég man, ég var hérna með lið á blogginu mínu því ég bjóði í Frakklandi eitthvað fólki franska og flestir sem voru með Ég eitthvað man svona eftir því. tískublogg á þessum tíma voru bara með eitthvað svona algjörar fasinistur en ég var bara alls konar fólk af því að mér finnst bara svo mikil fegurð í ekki bara því sem er í tísku eða ungu fólki Þess vegna er alltaf þessi gömul hjón og ég sendi þér eiginlega alltaf mynd, ég sendi Já, þér mynd. þú hefur verið að senda mér, já. Þeir sem þekkja mig vel vita hvernig ég er með þetta. People watcher. Já, ég ætla bara að elska fólk og bara einmitt að sjá fegurna í svona þessum litlu hlutum og þurfum ekki alltaf að leita eitthvað langt Nei, en ég elska það við þig, sko, því að þú veist, ég kom bara heim frá Porto, Porto er æðisleg, ég bara, þetta er æðisleg Porto, ég var bara að fara að flytja þangað. Ég var enda smá svegt út í ykkur hérna, ykkur mæju því ég er nefnilega hlusta á þáttun ykkar, minnst þið svo aðeinslegar og hérna, þið voru að tala út að hlaupa Já, ég glemt að segja hlaupasöguna einu. og ég var bara, ætlar hún ekki að segja hún fór út að hlaupa, hún Nei, er ok, má ég segja núna að það taka smá tímunin. Nei, ég Já. fyrir 2 svona æfum út að hlaupa, því það nær mér enginn út að hlaupa um þú. Nei. Í fyrra skiptið, þá horfði hún á mig, hún hafði þess að enga trú á mér. Nei. Hún horfði á mig, rétti mig hjól Danmörku, kosti heimsókn, já. og sagði, þú hjólar. Og ég hjólaði eftir hann og hún var að hlaupa í ykkur garði. Hringin minn. En Já. þegar við vorum í Porto, þá fórstu fyrst daginn einund að hlaupa og svo seinni daginn, ég var nú bara með eitthvað að þetta sem handból spesial, ég var ekki með hlaupa, sko, með þetta ekki eins og í hug. Nei. En ég var með joggabuxur, þannig að ég fór í það og svo hljópum bara með minni í bæ í ykkur að búðir. Svo næsta sem Elisabeth heyrði það var, ég tala við Óla, hvað sagði ég? Þú segir, Óli, og ég er bara hérna niður í miðbæ og ég er í jókafötum. Þetta er sko flippaðasta sem þú hefðir gert og ég var bara, þetta er sko stílið minn alla daga, ég er bara í jókafötum til ég komst eitthvað til maður aðeins daginn, svo fyrir bara stóra kápu og bara stíla þetta rétt. Ég var bara með lesið þér allsber í söri, skiljum við Já. hvað sem við vorum. En ég náði þér með að segja, við erum bara skokka hans í búðir. Já. Veist, En þetta var ókslega næst, við skokkum bara smá og svo kefti okkur kaffi og einmitt. fórum í búðir og hlupum eitthvað á milli, en ég var í jókagala. Ég meina, þú varst Ég bara meina. flottust. En ég glemt að segja hlaupaþörn, ég er stundum hlaupagjals. Einu sinni, tvisvar. Nei, reyndar heila bara eins og hún var á hjóli. Já, einu sinni, ok. En ég ætla að skipta úr lífinu yfir í lúkið. Ok. Og hérna, bara, ég veit kannski ekki að þetta er spurning, uppáhalds outfit, bara svona, Sko meinir in general, skilur, bara, er það Ég er náttúrulega bara íþróttagalinn alveg eða- þekkt eitthvað basic og best, alltaf Já, skilur, auðvitað. það er alltaf safe. Ekki okkur ég spyrja. En ég get sagt þeim sem ekki vita að, þú veist, mér finnst alltaf sko, ég er til dæmis, ég veit að þú ert eins að því ég þekki þig, en það eru flestar vinkunum mínu þannig að það eru búin að ákveða, til dæmis þegar það er að fara tískuðunar, búin að ákveða dressin sem ætla að vera í, ég er alls ekki þannig, ég er svona, ég vakna á mótnana þar ég að vita hvernig ég Feelingin. stend Ég er svona til að nákvæmlega vita, eins. ég veit það nefnilega og hérna, þannig að það er kannski eitthvað eitt, en það er alltaf gott að vera með þetta svona base sem þú svona Já. ert safe í svo bara þú veist, ég veit ekki hvað ég hef notað þessa gallabuxur lengi sem ég er í bara eitthvað lífes vintage og hérna yfirhafnir, þú getur voru í sömu fötunum alltaf en þú veist með nýjar yfirhafnir Já, ég veit, nýja kápu. Gunn er ekki ánað með þetta svarsam sko því hún finnst ég, má ekki koma fleiri yfirhafnir heim en ég líka hérna, ef þið finnst gaman að vera nýju seldu það af þér, skilju, Já. það er geggið hérna regla þá hún gangi ekki alltaf upp en hérna, já, þannig að ég myndi segja svona uppáhaldslúkið mitt er bara þegar mér líður vel
í því sem ég í stundum uppáhaldslukið mitt bara í mitt jókafatnaður og bara Já. stór kápa en svo langar mér stundum að dressa mig þú veist, eitthvað betur eða Sem meira stór eyrnalokk eða eitthvað. já, einmitt, líka það, þú veist, þú kannski bara sama lúkkinu, þú kannski ferð að vinna og ert að full allan daginn, svo bara setur hárið upp í snull og rauða varir og stóri lokk og þá ertu bara búin að gjörbreyta Nákvæmlega. já, þú veist En ef þú ert með ótakmarka budget, ok, máttu velja eina tösku, ok and money is not a problem, Ok. hvaða tösku ætlar að velja? Ég kom að tvær upp í hausinn sko Ég veit hvað það fær. ég veit nefnilega örugglega og vista sko þú veist, það er náttúrulega, ég er svolítið svona Chanel girl sko Já. en Birkin er samt svona alltaf á Já. ég veit bara hún væri svo mikil eilíðar eign og myndi hækki verði og ég myndi bara fá mér hana svarta basic Nú silfur eða gull. sko ég er gullkona þannig ég hugsi ég fengi mig gull sko en ég sko á eina vintage Chanel já, allavega Er hún með gull? Er það ekki? hún er með gull Já. en mér er svo gaman sko að segja frá því hvernig ég þú veist fekk mér hana því að ég seldi eiginlega bara öll fötu mín og kefti mér hana Ég man eftir. já, ég var bara yes, núna get ég keft mér hérna Töskuna. eitthvað, þú veist, Já, hún er ok. ekkert eitthvað þú veist, þetta er bara gaman að eiga eitthvað hluti sem þú ert búin svona að vinna í Já, fyrir ég sammála þér. þannig að ég myndi aldrei kaupa mér þessa tösku sem ég er að segja sér draumataska mín nema ég væri ætti fyrir því. Já, algjörlega. Af því þú sagðir sko ef að money væri ekki Já. málið, sko. En er eitthvað kaup sem þú sérð eftir að hafa keift eða ekki keift? Ég er Þetta er að ótrúlega grænja. gott viðtala því að þú veist að svörin mín hérna, Ég var að spá að láta Mæju vera að Já. spyrja þig að því ég fer að grænja með þér en ég veit ekki hvort þú vilt segja þá sögu en ég ég held- bara ég sé held- líka eftir. Vá, þú veist alveg hvað ég segja hérna, já það er bara sama örugglega hjá þér sko við fórum saman í Chanel-ferð til Parísar má maður ekki segja frá þessu við máttum fá 30% afslátt í búðinni Hver fer það einhvern tímann? Ef aldrei í lífinu nei, við skulum ekki segja frá þessu við ætlum ekki að segja frá þessu en hérna, já, við sem sagt ég var með 2 mánaða gamalt barn með mér í þessari ferð Og þetta var sko ég sá á myndunum sólarhringsferð. sem þið sett þetta var, já, við vorum bara 2 sólarhringa eða eitthvað og vorum í prógrami alveg og fórum ekki í búðina og ég mun aldrei sjá eftir neinu mikið sko Nei, ekki heldur. með geta sko grætt svo mikið að það selta bróti, þú veist, já. Já, bara má ekki segja frá þessu. Nei, í en nú erum við útvarpinu. búin að því, en þið segja engum. Það er sama hjá mér. En var ég búin að segja uppáhaldsflík allar tíma? Þú svaraðir því bara, ert með ykkur eina flík, Nú skilu? spurður mér að því. Nei, Nei, spurði það svona. uppáhalds flík allar tíma. Ertu að meina bara sem ég á þá? Já. Uppáhalds flík allar tíma, hún er alveg erfiðar ykkur yfirhöf, sko. Það er annað standi eða franki, það ekki? Nei, það er örgulega leðuköpunar frá þér, sko, eða eitthvað. Eða eitthvað svona, þú veist, uppáhalds flíkur er yfirleitt eitthvað svona, ég elska íslensku hönnun. Já. Ég er íslensku hönnun núna. Það er það? Já. Hvað er þetta? Þetta er Sóley Jóhannsdóttir sem er búin að vinna í hérna. Mér finnst þetta gæði ekki, veist, ég held þetta væri eitthvað, ég veit ekki eitthvað, Nei. vintage Chanel eitthvað. Þetta er þannig leður, hún kefti í sama, þetta er Chanel leður. Vá. En hérna, ég held ég sé að segja satt. En svo bara já, örgulega eitthvað yfirhafnir, þú veist, Guðrún Studio, Andrea, þú veist, ég á svo geggjar yfirhafnir frá íslenskri hönnun. Ég ætla að segja það. Það eru uppáhalds flíkurnar mínar. Gott svar. Eitthvað must-have í skápinn fyrir sumarið? Sko, á sumrin er maður, sko, þetta er kannski ræðilt svar, ég var ekkert búin að undirbúa mig. Nei. En sko, ég kaupi mér sko alltaf ný endalstökkur, ég veit ekki hvað mikið af sundfötum. Samt nota ég þetta ekki, ég hef aldrei séð mig í þetta, í þessu. En hérna, mér langar alltaf í eitthvað svona nýtt og ferskt þannig og ég er með eitt svona sænst brand sem ég er með á heilinum, sem ég langar að kaupa frá. En hérna, svo er það bara, þú veist, nei, ég er ekki með eitt eitthvað svona núna sem ég langar Manstu, við vorum einu sinni að Sneakers, kannski, fresh. Já, manstu, við vorum út í kaupan og keftum einhver symbol og hittist svo heima á hótelinu og vorum farið sundu og keftum sama symbol. Já, ég man að þú, Maja var með. Áralega. Já. En hérna, ok, það var samt næsta spurning, hælar eða streifskor? Sko, ég er alveg bæði. Já, ég veit. Ég er alveg loafers líka, þú veist, ekki endilega bara hælar og hérna, en ég er algjör sníkerskörl núna því að ég labba allt, þannig ég er, en stundum þú veist langar mér að vera meira skvís og þá er ég bara með hælana í töskunni og Já, hérna, eins og skandinavar. eins og alveg skandinavi. Ertu með eitthvað skincare ritual?
Já. Mm. Það ég alveg með eitthvað svona smá, þú veist, er það að meina bara hvað Veist, sem annað? Já, eða þú veist, er eitthvað svona uppáhaldsvara eða Veist, ég náttúrulega elska Blue Lagoon Skincare, sko. good skin science? Skin Science, ég las bara núna, ég veit alveg að heitir Skin Science. Þið eru að uppfæra þetta. Ég veit það, mjög nýja. En hérna, þú veist, eins og uppáhalds frá því, af því að við erum með það sem, hérna, styrtaraðala, fann ekki orðið. Þá elska ég hérna rúlluna, sko. Ég geima henni í ískap. Já, eins og ég. Hagsa geima henni í ískap, sko. Sammála. Já, hún er eitthvað svona uppáhalds og líka... Æserumið, semst. Já, æserumið, já. En sko serumið er líka aðeinslegt. Bara venjulega serumið, sko. En æserumið er svona, þú veist, ég fæ mér kaffiballa og svo fer ég í ískap og næði það. Það er ískallt, sko. Já. Það er svo gott að maður eitthvað kaffi. Það er frá merkinu, sko, en ég á alveg nokkrar. Býtum við, nú ætla ég að fara hans í annað. Nú. Ég er bara með brjála prógraminu, sko. Hvað er framöndan? Nú er ég að hugsa svona business. Ok. Ég er eiginlega að spyrja Geysi. Þú ert að spyrja að því að við vorum að tala Já. Já, það er alls konar framöndan samt, sko. Talandi sneakers, þá erum við líka, ég er með sneakersviðburð á morgun, ég var með hann gær þegar þátturinn kemur út á föstu. Jú. Sjá hvað ég veit mikið Þá getum við sagt, vá hvað gaman í gær. Já, vá hvað gaman í gær. Óslega fallegt allt. Já. Sól restaurant. Já. En hérna, já, þannig að það er gaman. Þess vegna er ég pínu þreytt í dag, því að það var maður vinni í því allan dag. En Spennt að koma. já, þetta verður mér skemmtilegt, sko. Og þetta er sérst með Nike og hávarslun og það er bara, þú veist, alltaf gaman að undirbúa þannig. Og að sjálfsögðu Hafnarfirði. Það er í Hafnarfirði, þetta er svo falleg staður. Ég veit það, Þú veist, hann er bara geggjaður. sjátt átt. Og svo er það, hérna, ég er svo mikið með svona viðburði. Það er alveg útrúlega skemmtilegt og næsta eftir því er mitt wellness retreat á Hótel Geysi sem er eiginlega bara eitt af skemmtilegri verkefnum sem ég geri þessi þriðja sinn. Geggja hjá Þú okkur, hefur svo komið í gaman bæði að árin. koma. Já. Og þetta er bara svona fyrir kon, það er eiginlega uppselt því það er ekki einu svona auglýst þetta, sko. Já. En þetta er bara æfingar með Sörusnætsi við Sara sem er sko algjör stjarna í Stokkólmi þegar hún tala um Stokkólm. Já. Það eru bara Hún er allar svo þessar helstu geggjuð. stjörnur eru hjá henni, sko. Og hún er sérst nýflutt heim og við saminum kraft okkar í þessu og erum sérst með tökum yfir Hótel Geysi, æðislega hótelið. Besta hótel Já. bara Íslands, já. Og erum þá búin að spreytum alveg sem efri hæðinni í bara stúdíó, þannig að það eru 100 konur með það er svona æfingarsalur og svo er bara æðislu matur, ganga í dásamlu umhverfi, einstök orka og svo erum við að degra svo mikið, Nei, sko, þetta er mesta svo degur sem mikið. ég fæ að gera yfir árið, Ég sko, bara eitthvað. í fyrra og hitt fyrir að ég var bara, það voru allar konuna bara oh my god, og ég meina, hvað er gútibögnum í árið svo spennt, má Já, segja? ég verið náttúrulega Nei. búin að jú, ég menna, þú veist, það má segja. alveg segja, skilur, þú veist, það er bara allt er gert Upp á 10. aðeins meira, Já. þú veist, ef Ég maður meina, með ég vaknaði þá blóm fyrir utan. Já, má ekki segja alveg. Nei. Þetta er Joke. sumt má vera leyndamál, sko. Já, ok. En það er það sem Þetta er var gaman, síðast, mann langar já. að segja frá öllu, skilji, Já, en það er svo þetta var geggjað. moment er svo skemmtilegt þegar Já. þú veist eitthvað, að það meira, byrju fekk ég Já. ekki í gær og Já. eitthvað, þannig að við gerum það ótrúlega vel. Og svo, að því að við erum í sænsku þema, þá er ég alltaf líka, ég er að reyna að koma midsommar inn í hérna Blómunum rútínuna. Þannig að, þú veist, við þurfum ekki bara að taka þátt í öllum þessum amerísku hefðum, við getum líka tekið þessar sætu sænsku hefðir og hérna farið í ykkur að kjóla og svona, það er í júní og það er alls konar framöndan. Ég fór á það líka fyrir Og svo það var ótrúlega náttúrulega gaman. er alltaf eitthvað hjá Sjöstrand, nýjarvörur og eitthvað, þú veist, við erum með það líka. Þannig að það er uppselt Geysi, ég get ekki skráð með það. Sko, það er eitthvað 2-3 herbyggja eftir. Þetta hefur aldrei selst svona vel og við erum aldrei sagt svona lítið frá þessu, sko. En við ætlum aðeins að taka smá samt í gær á morgust. Eitthvað svona aðeins að segja frá að mitt styrtaralum og svona Ok. inn á, þið getur kíkt inn á Instagram. Okay. Þá bara á þitt Instagram eða? Já, eða hjá At við Sara Elgunnars. annarkort, já. Já, eða við Sara. Geggjað. Þannig að það er alls konar. Herðu, viltu smakka nýja nógukroppi sem var að koma út í dag? Já, bíókropp. Já, er þetta teistest? Þú eru að fá líka? Ég veit það. Ég er sko búin að liggja í skálinni. Ó, Það er ekki hægt að láta mig vera nálega nammi. Þetta er geðvægt. Það er svona ég hvað tók svo stóra kúlu. ég fýla hvað það er svona spicy. Smá óvænt bragð. Ég myndi ekki líka svo í nógkropp, sko. Nefna bara inn í. Það er svo stórt. Þetta er bíókropp. Já, ég minnst það gott, sko. Það er stærra. Gott. Geðvægt. Ég er ekki eitthvað svaka nammigrís, sko, en Það minnst ekki? það mjög gott. Ekki svo, eins og vinkonan. Ég er sko í nammi, ég elska einmitt Nóa Sirius nammi, sko. Og sérstaklega, ég menna þegar ég fer í frífnina á leiðinni heim, þá fæ ég mér bara
ég vil bara basic plötu, sko. Ég er svo mikið þar. Þannig ég er ekki, að því þú veist, Íslandingar eru svo nammi sjúkir og það er alveg, það er trendi að, Ekki, jú, þú ert algjör nammigrís og það er svo mikið, líka bara orðið svona trend að það koma nýtt nammi að vera allt, þú veist, það verður allt vitlaust. En þetta er nammi vikuna, sko, þetta er að koma út núna. Já, bara geðveikt og ég Þú bara veist, held með þess að ég mun smakkaðar kaupa fiskar. þetta pottið, þú veist. En ég, fyrir mig, þá er ég bara í basic súkkulaði. Ég held að allir sem fíla kaffibollanum. turkisk peppar og svona fíla þetta, sko. Já, og þetta er mjög gott, sko. Ekki miskila mig, ég bara segja hvað, Já. Þetta Þú er mjög ertu gott. bara dræ, hérna, Þú veist, ekki ég er meira, appelsínusúkkulaði, segi ég. jú, svona Já. það. Ég kvarta hann eftir mann í Ná Sirius að Já, það væri hægt í ekki bara, þú, Erna líka og ég er bara með landsliði hjálpa Já, mér að fá ok. að aftur í nammi bara. En byrju, er það hægt eða? Nei, komi. Já, en við eigum að tala um þetta. Þetta er líka mjög gott. Þetta er líka mjög gott. En Elisabeth Gunnarsdóttir, vinkona mín og bara eina endislegust mannskynni þekki, takk fyrir að koma í þáttu minn, ógislega gaman að fá þig. Nei, takk fyrir mig og sömuleiðis og áfram þið. Áfram þú. Já, bólsistendur á. Já, því var gæsið. Og maður að fara. Herðu, vá, hvað var gaman að fá Elisabeth. Ég veit að dyrkana. Já, það er Hún svo, er best. bara góð orka í kringum hana. Ég veit það, ekkert smá. Já. En ég þurfti bara vandamöndu, mér langar að svara allir fyrir hana. Já, einmitt, ég Ég sá var spurt það. og svara með andru. Ég Já, bara, ég veit svara, ég veit já. hvað Bara það segja. kennarsleikjandi, bara me, I know. Take me. Já, pick me, Æ, pick hún me. er best. En það hlakka rosalega til að fara á Geysi á þetta Ó, retreat. það verður geggjað. Ég hef aldrei farið. Í Og- alvörunni? Ég hef aldrei farið og ég er að fara með uppáhaldsmanneskinu minni. Mér? Þér. Já. Ég er Vonandi svo kemst ég. Shut up. Hvað meinar þú vonandi kemst ég? Mástu ég að kannski fyrir partíð? Já, nei. Nei. Þú ert ekki að Við sleppa það þessu. setjum tíma vandamál. En það verður geggja. Þú ert líka uppáhaldsmannskja mín. Eina þeim. Já, Og líka, Já. nokkri við bóttum tjúk. já. Þú ert eina Æ, ég uppáhaldsmanneskja veit mín, það. þannig að ef við erum í keppni þá vinn ég. Ok. Nei, ég har fullt uppáhaldsmanneskja, þú ert líka eina af þeim. Já, þetta fermingar, Það var Þetta var- svolítið upp á sig. þetta var Ég var smá- á smá sveittu örfurinn, sko. Það var bara heit og lof og Já, bara en þetta ógislega er hot margir að take. tengja. Þetta var hot take. Þetta er hot take, það er sko, Þetta var- ég vil sko bara byggast afsökunar ef ég mókaði eitthvað, skilur með þessu. af En því að sko, ég er búin að pæla samt gett mikið í þessu, Já. út hverju er þetta? Og partur af mig held kannski að þú veist, maður væri bara svona, ég nenni ekki fermingu að þetta var svona gamalt að bara fast í hausnum maður bara svona eins og hvort þetta er gull eða silfuri, svo getur ekki verið bæði, eða veist ekki, Einmitt. hvort sé bara að það, annarkort bara, finnst þið gaman að fara í fermingar eða bara þú eitthvað neginn bara... nei, en ég held bara að fermingar séu bara svona alls konar. Já. Ég held að bara sömu fermingar séu skemmtilegar, sömu leðilegar, alls Já, ég ammali. veit það. Ég, En þú veist, við vorum að tala um þetta, þar eru samt oft Þær eru svo- mjög svona íhaldsamar. Já. Og ég held að það sé bara, ég er ekki að segja alls ekki allar, en ég bara, það er bara svona salur, það er hvíti dúkar og mannstu þegar ég sagði við þig, það er mjög oft ekki tónlist. neða rókslega skuti. Þú veist, þannig að auðvitað verður svona, Það er stífara. já, en ég segi, En það er bara nót sjálf, ef maður fara að Já, ég hef eftir að ferma ferma, það tvö er bara börn, að hafa já. tónlist, það er bara Hafa ógeðslega tónlist, góða já. punktur. og og ég segi bara, auðvitað hefur maður alveg farið, auðvitað er alltaf gaman að hitta fólki sitt og svoleiðis, en ég bara held samt að ég hafi bara verið að segja eitthvað Nei, ég sem meina, margir en eru að þetta er samt hugsa. alveg bara svona eitthvað sem við getum öll tekið til okkur, en þú erum eftir að ferma 2. Já, veit það. Hvernig getur maður haft það léttar og skemmtilega? Þetta er skemmtilegu dagur. En Stór dagur fyrir barnið, Ég skilur. veit það. Þannig að þú veist, hvernig getur maður gert það þannig að það sé létt og skemmtilegt og eitthvað. Akkurat. Og ég fór hans að hugsa tilbaka og ég man sérstaklega eftir einni fermingu. Mér langaði að segja að hún hafi verið sumdaginn fyrsta, en það stundi fermt svolítið seint á sjómannadaginn eitthvað svona. Já, það er alveg stundum, já, það er alveg, já. Ég held að þetta hafi verið þá og þú veist að það var geðveikt gott veður og þetta var í heimhúsi og krakkarnir voru bara allir út í garði og allir á tramplínu og allir svo glaðir í alvörunni, ég var í þessar fermingu 8 tíma og við endum á því, það var eitthvað leikur, við vorum öll á leikinn, þú veist, við vorum bara búin að panta pítsu kvöldi, þetta var bara æðislegu dagur, þannig að ferming getur alveg verið Já, þannig líka. auðvitað að sjálfsög. En svo fór ég að hugsa, þetta er þetta ekki, það er ekki allar fermingar þannig. Nei, ég held að sé undantekning. Já, í raun og en veru. það er svona fór ég að hugsa, en þú veist, þarna kom líka Jón Jónsson og hann bara að spila og það var bara kannski meira svo ammali. Já. En kannski þess að maður að gera það meira þannig eða eitthvað. Ég veit ekki, létti daginn sem, eða eitthvað svona, ég veit ekki. Akkurat. En hvernig fór kosningin þetta? Já, það var 60 Elska Hadda. og 40, það var alveg mjög jafnt á köflum og það var alveg smá gaman bara ég sem gæti sé það hverju voru að kjósa með á móti, þannig að mér leið svona smá þess að þeir sem voru að elska fermingar voru svona aðeins eldri. Já. Eitthvað, ég veit ekki.
Ok, já, það er bara áhugavert og þetta er bara, þú veist auðvitað, þegar það er verið að ræða bílastæði eða fermingar, eitthvað svona, þessum fólk er annarkvort eða, að þá einhvern veginn myndast oft eitthvað svona skemmtileg umræða, en mér finnst líka bara svo ógeðslega áhugavert að skoða af hverju og hvort maður geti einhvern veginn breytti og haft bara sem er gaman, út af því að þú veist, já, ég veit ekki. Ég meina, þú veist, þetta er bara að segja, þetta er dásanleg dagur og ég bara hef fermt og það er bara allir í fallegum fötum og og bara er alveg fallegt, en ég veit ekki akkur, þetta er kannski svona meira bara eitthvað. Breytum við bara. Já, við breytum þessu. Ég þarf bara að breyta mínu hugafæri. Nei, við erum bara að breyta, bara breytum fermingunum. Já. En kannski er það líka, ég hugsaði það líka, ef hvort maður er að fara, ef ég er að fara fermingu hjá þér, eða ég er að fara fermingu hjá frænku sem er ekki miklu samband við, það sé allt öðruvísi. Já. Ég held að það sé svona skemmtilega þegar þú þekkir fólk vel. Algjörlega. Og þá er bara að hitta fólkið þitt og bara Ég er að fara í eina fermingu á morgun. Já. Mjög spennt. Já. Það er skemmtilega fólki, þannig að ég er mjög spennt. Hvað vil þú gera á morgun? Ég ætla ekki að fara í fermingu. Nei, mér datt það í hug. Ég ætla bara að vera heima Já. og setja mig maska. Ég ætla að setja mig ég ætla að setja mig maska sem ég hef ekki prófað áður frá Blue Lagoon Skin Science. Græna, algae maskan. Hann er æði, hann leynir á sér. Já, hann örvar kollagen framleiðslu húðarinnar og ég sá líka að hann vann til veluna, svona InStyle. Já. Og það var bara sagt bara að þú einu sinni smakkað getur ekki. Ég prófaði nefnilega mitt líka, ég sá þetta og þú er svona rosa mjúk á hann. Já, bara svona eins og bassrass. Og ætla Maja bara ekki að gera neitt, ætla bara að taka, þú veist, svona slow day. Já. Og hvað er hann með? Já. Þú gerir það ekki oft. Er engi leikur, engi karfa og ekki neitt? Nei, það er ekkert. Bara home spa og Netflix eða? Já, bara horfa. Geðvegt, ánum með það. Það er plani. Yes, en vind okkur í málmáluna. Herðu, loka þáttur í þessari seríu, þar sem við förum yfir áhrif sem mótuðum tísku. Já, sem að verðum með aðeins öðru sniði næstu seríu. Þá fannst Djók. Já, býtu, ég kann þetta ekki, gerðu þetta aftur. Nei, ég veit ekki. Hefst ekki tvisvar. Sko, mér fannst við hæfi að taka Michael Jackson. Yes. Af því að hann er náttúrulega bara The King. Hann er the king og það er að koma út mynd byggð á ævi Michael Jackson. Bara núna. Hún er bara að koma út bara þessa dagana, hvort hún bara sé ekki að koma út bara í dag, sama dag þáttunni kemur út eða einu dag undan. Sá ylsingarna með þetta billboard. Já, og sá sem leikur hann er sonur bróður hans. Oh my. Hann heitir eitthvað Jackson, ég manni ekki hvað hann heitir eitthvað núna. Og hann er náttúrulega bara rosalega líkur honum. Og ég er ótrúlega spennt. Líkur honum þegar hann var ungur þá? Já, og Stormi sonur minn, hann er svo spenntur að fara með mér á þessu mynd. Er það? Já. Hann er 9 ára, algjör dúrli. En og ég gerir mig líka fyllilega grein fyrir því, ég vil taka það fram, að það er líka umdeilt að glorifæja Michael Jackson. Af því að hann er náttúrulega búin að vera mjög umdeildur, búin að vera fyrir, þú veist, náttúrulega ásakaðan barnaníð og alls konar og hann er bara mjög umdeild persóna og ég bara vil með fyrirvara að segja, ég er ekki að taka afstöðu með á móti, en hann var aldrei kærður. Það er bara staðrind. Nei, hann var kærður en hann var aldrei dæmdur. Nei. Og það er bara fullt af það er mjög skipta skoðunum það bara álit á honum. En það er ekki hægt samt að neita því að hann hafði mikil áhrif bæði á tónlist og tísku. Og hann fættist 58 en dó 2009. Og auðvitað ólst hann upp bara í Jackson 5, hann var bara, þú veist, 5, 6, 7 ára og aðal söngurinn í Jackson 5 og það voru allt bræður. Og pappan... Og hún, Janet. Og pappi þeirra var umboðsmaður. Grjótharður. Grjótharður. Og bara held ég gaf engan afslátt í neinu, sko. Og örugglega erfiður, eða semst, erfitt að alast upp. Sko, hann var bara einn áhrifamesti svona performer bara allra tíma. Ég held bara sko Thriller, platan hans, sé bara best selda albúm allra tíma. Bara ennþá. Og sko, það var Thriller, Bad og Dangerous. Og þau brutu öll með þetta og bara endurmótu poptónlist að tala en hann var líka algjör frumkvöld í svona dansi og performance. Já, hann var með allan pakkan, hann söng ótrúlega vel,
hann var með dansinn, Já. sem var náttúrulega fárlega góður í, Já. og svo var hann með stílinn. Hann kom náttúrulega með svolítið sérstanga stíl líka. Já, og það sem er líka svona kannski talað að hann hafi dálítið kannski ég ætla ekki að vera að segja að vera fyrstur með, en sko það var að fötin urðu partur af performanceinu. Ég held að hann hafi verið enn fyrstur Já, því. og eins og til dæmis Billie Jean performanceið sem að gerði, það var Motown 25, svona reunion eða eitthvað svona special þáttur í sjónvarpinu. Það var náttúrulega einhver samfélagsmiðlar neitt, en þetta var sjónvarpað og þetta var í svona live líka fyrir framan live árundur. Þá tók hann Billie Jean og það er bara að tala að þessi performance sé bara sko byltingakendur. Og ég skildi aldrei að því ég var að horfa á þetta seinna og ég var að spyrja pappa, að því pappi var alltaf, hefur alltaf alið, þú veist, okkur upp bara á tónlist og bara alls konar gammaldags tónlist og svona bara, og ég man að var að sýna mér þetta Michael Jackson performer af Billie Jean og hann var bara, þetta var iconic, þú veist, hann var bara að segja þetta bara markaði sögubækur og ég var bara að býta af hverju, því maður var búin að sjá fullt annað eftir á. Já. En þegar þetta var þá var hann alltaf bara í sko geðveikt minimalískum fötum, var í í hvítum sokkum og mokkasínum og með glimmer hanska. Já. Einn hanska, einn hanska, það var hans ting. Og þegar hann var að performina, þá einhvern veginn, þá varð allt svo sjarp að því að þú veist, að það var allt plain nema hanskinn og svo þetta, þannig að allt sem hann gerði með höndunum og fótunum var svo Þetta var úthugsað. Já, þetta var svo úthugsað og Það seldist hvítir sokkar og grifflur bara í bílformu. Já, og sko ég bara, fólk sem var áhorfendur, ég veit ekki hefur séð þetta. Nei. Þetta er sko magnað. Jú, örugglega einhvern Já, en ég bara segi, ekki horfa með á þessum þetta. augum, Fólk er bara öskrandi, grátandi, Ég veit, það já, bara, ég man, já. það er bara sko þau bara ráðu ekkert vissi að þetta bara var einhvern veginn eitthvað sem að þau höfðu örugglega aldrei séð áður. Og hann sko signature, svona hans hlutir er hvítur hanski, fedora hattur, svona svartur, hvítur sokka mokka sinni sem ég var að tala um. Og svo má ekki gleyma rauða thriller jakkanum. Nei. Sko mest iconic dæmi ever. Allra tíma bara. Og og ekkert af þessu sem ég var að nefna var eitthvað bara randomið út í bláin. Þú veist eins og þú sagðir, þetta var allt úthugsað, út frá heildar pakkanum og hvernig þú veist, þetta myndi koma út allt saman, dansinn, söngurinn, búningurinn. Ég var að æfa Michael Jackson dansa, sko. Bara hart, 3 viku. Einmitt. Já. En Rosaleg ég er svo dymbil. spennt að sjá þessa mynd. Og svo náttúrulega líka gerðan svona hermannajakka. Já, hann blandaði saman svona royal í tísku og var í þessum þröngu svört buxum, hvítu sokkunum og svona royal jakka. Já, bara svona sem er kallað, þú veist, ég hef ekki segja svona hermannajakki. Nei, já, og var búin að setja alls konar glimmir og alls konar skraut á þessa jakka og það er fullt af hönnuðum sem að hafa fengið innblástu frá Michael Jackson, eins og Balmain, þú veist, með sútjakkana sína. Og Jean Paul Gaultier og Virgil Abloh, þú veist, það er alveg svona margir sem að maður sér að hafa sótt innblástur í Michael Jackson og svo var talað um Smooth Criminal, það er að hann tók það, heldur hvort það hefur verið vídeo eitthvað, þá var nefnt í svona rosalega sjarp fötum og og það einhvern veginn gerði, sko, þú veist, maður einhvern veginn heyrði lagið öðruvísi. Þetta er ógeðslega skrítið, þú veist hvernig fötin sem hann og búningarnir hans hafði áhrif. Hann laði svo því líka metnað í þetta, hann var svo miklu fullkomna áratu og hann sko, eins og Moonwalk að tala hann hafði eftir mörg ára áður en hann gerði það á sviði. Þú veist, hann var ekkert bara labbaði ekkert inn og var bara svona, þetta var bara blóðsutt og tár líka. Ég veit að, og Moonwalkið er ekki eitthvað sem að hann, held ég, það hefði alveg einhverju verið með eitthvað svona svipa dæmi, en hann masteraði það. Já, hann masteraði allt, alls saman hvað hann gerði. Einmitt, og það var einmitt líka, hann tók Moonwalkið í fyrsta skipti á sviði í þessari Billie Jean performance. Fólk var bara, sko, mindblown. Og hann er líka einn eins og bara til dæmis Prince og David Bowie, þú veist, sem að brutu svona gender norms í tísku, þú veist, hann var með glimmer, hann var með make-up, hann var með naglalag, æfattari, þú veist, þannig að hann var... En hann átti náttúrulega eina dóttur, eða ekki? Eina dóttir og 2 syni. Já, og ég meina, mitt... Hvað? Nei, ég bara pælaði hvort hann átt konu eitthvað, hann átti með dóttir. Ég sko held að hún heiti
Debbie Rowe, ég man ekki hvað hún héti, Debbie eða eitthvað, hún var allan að bassmóður hans, eins langt og það náði. Já. Ég já, og já, hann fullkomlaði það og moonwalkið og svo sko í svona byrjun, þú veist, þegar 1990 eða sá ártögu var að byrja, þá byrjaði athygli, þú veist, það því að hann var bara sko kóngurinn og bara þú veist, hann bara var að hátindi ferilsins, hann þú veist, í byrjun 1980 og bara þann áratug. Og svo byrjaði sko athyglin og bara útlitið hans að taka stökkbreytingum. En sjáðu hvað hann gerir samt, sem ég er smá áhugavert, skilur, eða skrítið. Hann bara, allt er fullkomið. Átfittin, dansarnir, bara lögin, bara, þú veist, þetta er náttúrulega stórkostlegt á svo mörgum levelum. En síðan byrja hann til Neverland. Já. Sem hann bara ævintar heimur og byrja að breyta sér öllum og vildi sjálfur líkjast svona einhvers konar teiknimyndafíkur og búa í einhverju dótalandi, smá skrítið sko. Það var smá skrítið, Peter Pan. Mjög skrítið. Já, þú veist, Var það ekki? Jú, Neverland. Já. Og já, ég meina, hann er náttúrulega algjör servitringur og mjög skrítinn, jú. En það er líka að tala eins og Neverland, sko, sem að var náttúrulega fáránlega bæði þegar hann byggði Neverland, var sko svo mikið gagnrýnt en líka vakti líka svo mikla aðdáun hjá öðrum og auðvitað er það bara hvar þú stendur gagnvart honum að hann vildi búa til griðastað fyrir börn og fyrir svona hvað maður segja, barnastjörnur eins og Macaulay Culkin og Corey Feldman þeir hafa alltaf talað vel hann, skilur, og alltaf varið hann, gegn öllum ásökunum, þeir eittu mjög miklum tíma á sem búkarið hjá honum og þeir voru að segja, þú veist, að hann hafi tekið, þú veist, boðið þeim að koma til að, þú veist, geti vendað þeim fyrir bransanum. Svo náttúrulega aðrir sem segja að hann hafi verið að fá börn til sín til að misnota þau. Þannig að þú veist, það er bara, auðvitað veit engin neitt, en hann var ásakaður vissulega, 93 held ég fyrst. Þá var hann ásakaður barnaníð og og það mál var klárað, sko, fóru aldrei fyrir dómstóla, en það var klárað með sátt. Já, með peningum minnur. Já, það var klárað með peningum, af því að hann var náttúrulega, sko, náttúrulega var rosalegt svona mídíastorm og allt þetta í kringum þetta og maður veit náttúrulega ekki auðvitað rætt að segja, já, hann bara mútaði honum til þess að halda ekki áfram í kæruna og svo bara segja aðrir að hann hafi bara ekki viljað meira athygli, þú veist, og og sitt, þú veist, Sýniskjörum. Já, akkurat, en og svo var hann, og það kláraðist þannig og það náttúrulega líka bara auðvitað markaði skoðun margra þegar hann kláraði málið þannig og svo aftur árið 2000 að þá kom aftur upp ákæra. Líka saman. Já, nei, bara, þú veist, sömu ásakanir en önnur manneskja. Og það, það byrjaði allt svona fjaðrafóki í kringu það þegar var gerð heimildamynd. Já, og þá sést hann haldi í höndina á barni. Þú veist, þú verið að teima hann eitthvað þú veist, og fólk náttúrulega það er þetta bara að búa til ef þú veist með eitthvað ákveðna skoðun í haustnum svo sérðu þetta, en þetta gæti alveg líka hafa verið eitthvað saklaust, eins og ég segi ég er ekki að glorifæja hann eða neitt, maður veit eins og ég segi það er bara, fólk verður bara að mynda sína skoðun á þessu máli en í kringum í byrjun 1990 og þá auðvitað var hann ásakaður þetta í fyrst skipti og svo byrjaði útlita hans að taka svona stökkbreytingum fóru margar lítaaðgerðir og svo var hann líka með sjúkdóm við Tilligo sem að var til þess að húðlitur hans var ljósari En það er samt fyrir svona bletti skellum, já. En hann gerði eitthvað til að bara klára það. Ég hugsaði alltaf bara, vá, vill hann vera hvítari? Þú veist, vill hann vera hvítur? En svo var hann restin mjög skrítin ef og hann var bara afmyndaður. Já. Hann var í raun og veru bara afmyndaður. Ég heyrði ekkert hann að svæfi með eitthvað svona upp í nasavengan til að bara geta andað. Það spáið í samt bara. En það sem ég hugsaði, sko, bara, minnst svo, þú veist, hann er náttúrulega bara snillingur en hann vill gera allt svo yfirdrifið og það hefur auðvitað hjálpað hann að verða að mastera allt en það er líka
skrítið eins og með útlitið og ég veit það ekki, Já, þetta gengur alltaf en langt. sko, svo Eða bara allt of líka, þú ert búin að ákveða eitthvað, þú ert bara með eitthvað fullkomna ára, það bara greinlega gat ekki hægt. En það verður með fullkomlega ára, þannig að smá svona andlega veiki. Ég veit það, algjörlega. Og að því að hann var svo hrikalega myndalegur. Já. Þú veist eins og Thriller tímabilið og Já, einmitt. já, hann bara, sko, hann svo fríður. Já. Þannig að bara, maður var bara ekki gera þetta. Nei, einmitt. Og og líka bara með fallan húðlit og bara, þú veist, bara... En ég var eitthvað að reyna að spyrja chattum um það og ég spyr hann eitthvað líka þessa dóma og eitthvað svona og ég hef aldrei lendið að chat var bara bara þvílt fannst mér að verja hann og ég sagði mátt ekki segja neitt, það var rosa skrítið, hvernig kom það þér? Já, það kom einhvern veginn, sko, eins og ég mætti velja hvaða leið chat myndi fara. Það máli? Já, ertu með borgaðan aðgang? Já. Minn var bara eins og hann væri að vinna fyrir Michael, sko. Já, nei, það var dálítið svona þannig, þú veist, bara að ég mætti eiginlega velja hvaða leið ég myndi fara. Okay. En í raun og veru það getur chat eiginlega ekkert mynda sér skoðun á þessu vegna þess að hann var aldrei dæmdur, skilur. Nei. Þetta náttúrulega bara... sögu, ekki sögu, þú veist, hann var vissulega ákærður og allt það, en hann var sýknaður og auðvitað kláraði eitt mál. En ég var ekki bara að pæla því, ég var bara að pæla í öllu þessu lítaraðgerðum og vera alltaf að láta svæfa sig og bara var í vörn bara fyrir Michael Jackson. Mér fannst það, en ég var bara, já. En allavega, þú veist, þrátt fyrir hann hafi aldrei verið dæmdu, þá náttúrulega rústaði þetta mannorðannars. Og þetta bara markaði bara örgulega, þú veist, bara var svona náttúrulega bara ölla valdur hjá honum, skilur, og svona fór að síga á, verri hlið hjá honum. Og þetta hafði áhrif á mannorðið, og ekki bara það, og fjárhæðina slíka, þú veist, bara standi í öllum þessum málaferlum og náttúrulega hafa borgað, þessa dómsátt og eitthvað svoleiðis en það var alveg gert með því skilyrði að hann væri ekki að játa sig sekt með að gera þannig, þú veist það þetta sátta það þetta á þess að taka neina ábyrgð sko. En ég baði svona sturlaða staðreyndir og ég fekk að inna sem ég var bara og ég kannski hafði átt að fact-checka það en ég gerði ekki en ég las að hann hefði keypt allan réttin á lögum Bítlana. Það er rétt. Það er rétt? Já, ég bara vissi það. Já, ok. Og gerði hann bara að, sko hann, það er með lög sem Paul McCartney sjálf vildi kaupa og þetta, allir deilum þeirra á milli og þetta, hann græti þvílíkt á þessu. Já, þetta bara keypti alla katalóginu á Bítlanum. Þetta er rétt, sko. En svo 2009, þá tilkynnt hann svona bara massa comeback. Hann ætlaði að vera með svona, ég veit ekki hvað heitir, ég veit ég sletta óslega mikið, það er svona residency, þú veist, hann ætlaði að vera bara með fullt af tónleikum á O2 Arena í London og var sko á fullu að æfa sig þegar hann deyr. Já, hann ætlaði að svæfa sig, það er dánarorsök. Dánarorsökin var sko overdose á mjög sterkum svæfingarlyfjum. Já, hann kallaði þetta mjólk. Já, og var með svæfingarlæknir, bara hann brátt svo erfitt með svefn. En hann allan, hann overdósaði á svona lyfjum og semst læknirnas fór í fangilsi. Já, hann var semst dæmdur fyrir manndráp á gáleysi. Konrad Murray, læknirnas. Það er svo oft gefið honum þetta, en þarna hann hefur bara gefið honum svo mikið. Hann hefði bara þurft að mónitora hann, skilur við. En og svo eru líka bara, þú veist að því að þú veist hvernig ég er allir svona samsæriskenningum, þannig að líka búið að koma upp núna alls konar samsæriskenningar að hann hafi vitað á mikið og þú veist, vitað á mikið ykkur svona barnanísringa og bara alls konar, þú veist, spillingu í Hollywood. Nei, sko, þú opnar fyrir þetta á TikTok eitthvað, bara God bless you, sko, þú bara, þetta er hóla. Að því að bara út af allir þessu Epstein-dæmi og svona, að þá bara basically, þú veist. Ég las að gæra að vera safest place að vera á núna í Hollywood, var að vera í Epstein-skjölum. Já, einmitt, spáði því. Já, akkurat. En já, ég er allan mjög spennt fyrir bíómyndinni og já, ég ætlaði að spyrja þig, hann dó 25. júní 2005. Sko? Nei, ekki 2005. 2009. Já, hann dó 2009, þetta, ég bara skrifa vitlaust. Hvar varstu þú heyrðir að hann dó? Sko, af því að ég vissu að allar að spyrja maður þessu. Þá tjekkaði eitthvað á myndunum mínum og eitthvað á einhverju Facebook
og ég veit, ég var út í Kaupmannahöfn og það útskrifaðist 19. júní. Nei, ég er að segja. En ég man ekkert eftir því, Maja. Heldur ég viti hvar ég var þegar Michael Jackson Ég held þetta væri svona dæmi bara, þú veist, hvar varstu þegar að þú bara frétti fyrst á 9/11? Ég man eftir því. Eðlilega, og þá ætti líka mun eftir þessu. Nei. Ha? Maja, nei. Ok, ég man nákvæmlega með hverjum ég var og hvar ég var. Hvar varstu og hvað varstu að gera? Ég bjó í London hans tíma og Bjarki sem var að vinna í NTC og ég held Rannveig eða Ingarósa, þau voru líka í London og ég var með þeim á hérna Balance sem er bara mjög... Ok, þú hefur ykkur geggjum félagskap, ég er bara eitthvað ein með börni mínu eitthvað. Skiptir ekki máli? Jú. Nei. Þið hefur öll verið eitthvað svona sjokki saman eða eitthvað. Nei, ég er bara samt að segja. Ég veit alveg hvernig þið eruð. Já, en ég er bara samt að segja, þetta er samt, sama þótt ég hef verið að kúka heima og ég myndi frétta það, þá myndi ég muna. Nei. Jú. Ég man ekkert hvað ég var að Þetta gera. er þannig life changing Ég var event. að flytja milli landtak og ég var bara... Ég ætla hann að mann þess að það hafi gest í ger. Ok. Þú það. Ég bara, nenni þú bara að fara heim núna og spurja Óla hvort það muni ekki hvað hann var nákvæmlega þegar hann heyrði að Michael Jackson Óli dó. muni það. Og spurðu, nei, ég getur ekki spurt Ísabelli. Hún var valla fætt. En hérna, ok, fine. Fine. En já, Já, fara í statusa. herðu, Veistla. ef við gera það. Þetta er Ok, við slum ekki hafa ógeðslega. álátt. Hérna, af því að þetta er svo gali dæmi, sko. Ok, það er eitt bara, hvað erum við í mörgum Facebook-grúpum og það allt, það var skemmtileg umræða sem Já, ég meina hjá þér, þú Já. ert náttúrulega ekki eðla mörgum. Já, en, sko, Við ætlum að fara í hérna status á Facebook í gamla dag. Hvað var maður að gera? Ok, Facebook í gamla dag, ég held að fyrsti statusin minn á Facebook var í febrúar 2009 Ok. og hérna, Februar 2009, ekki Já. 2008? nei, ég held 2009 Ég held 2009 Ok. Nei, veistu það. Ok, 18. janúar 2009 og hérna, þetta er náttúrulega gali dæmi, sko. Maður var náttúrulega ekki mikið að posta myndum Nei, nei. eða eitthvað svona Þetta er sögum. bara status. Þetta er bara statusar. Og bara til að áður en við byrjum, þá var fólk ekki með Messenger. Það var ekki komið. Nei. Þannig að fólk talaði stundu saman ef maður postaði ykkur, þá kom bara fullt af kommentum eins Á og veggnum. værir að spjalla. Að spjalla. Já. Og fyrst, ég ætla bara að segja fyrst í statusin minn, 27. september 2008, og ég er mjög stolt af þessum status. Og ég veit að verða fleiri vinni mínir. Það náttúrulega byrja alltaf, Andrea Magnúsdóttir is, Já. eða eitthvað. Já. En ég er F-fáingur. Það er bara þannig. Víva FH. Víva F-fá. Ok, hérna, sko, ég sagði þér í gær hvað minn fyrsti status var. Manstu það? Já, nei, með það ekki. Nei, Ég af man því ekki ég, svona sem þú. nei, allavega, ég man ekki, þú veist, ég meti bara í ykkur algjör rugli hérna. En fyrsti statusin sem að ég allan tók screenshot af, sem var þá janúar 2009. Marja Grét Einarsdóttir, þú veist, is Bangra Beat. Bangra Beat, hvað Já. er það? Bangra Beat, það er eitthvað svona indvest, eitthvað dæmi, af því að það var einn indvest stelpa að vinna með mér úti. Is Bangra Beat. Ég kem hérna, er að springa. At home, börnin lasin, again. Já, ég segi, vonast til að lifa í lukku en deyja í krukku. Ha? Herði, er alveg köld eftir daginn. Hnakkurinn á hjólinu var frosinn. Brrr. Hvað sjáð? Herru, þessi er góður. Þessi er desember 2008. Ok, hvað er með? Mögulega þessi prumpaði dálítið mikið í kvöld. Hvað er að þér? Ég setti þetta bara á vegginn minn. Ég er spáð hvort að þetta hefur verið svona face rape. Já, Nei, ég held að ekki er byrjað. Nei, örugglega ekki. Er að passa krútan hund sem hrýtur fyrir Beggu og Kristján. Herðu, svo er hérna, ég tók bara, ég nefndi ekki svona, ég er bara hérna með það. 4 dagar í Ísland, daginn eftir, 3 dagar í Ísland. Ok, get ekki beðið. Svo kemur, the day after tomorrow, ekki morgun til hinn. Byrju, nefndi ykkur að vera vinur minn. Bara, ok, ég er komið til Ísland, bara þið vissu ekki. Þessi er iconic. Is updating her status, ... finished. Going doing. Hvað er að okkur? Afgreiddi Juliette Lewis í dag. Það var nú, það er allan eitthvað í frásögu farandi hér, sko. Já. Ha?
Andrea Magnúsdóttir is working on a dream. Ég byrðast. Andrea Magnúsdóttir er lykkun og pamfill. Vala Björk. Já. Gott að þessi dánum með lífi sæta. Herðu, er með hörð eyru og Sóley enga eyrnasnepla. Ég meina, ha? Þetta var minn status. Veistu það? Enga eyrnasnepla. Og ég er með hörð eyru, byrðu. Nei, habitu. Ég er bara mjög vennilega eyru, sko. Herðu, eitt hana. Andrea Magnúsdóttir ætlar að ræktina morgun. Það er nú í Bíddu. frásögu farandi. Bíddu. Djók. Kemur bara einn vingur mín, Guðrún Jóna. Ertu að meina þetta kona? Me likes too. Kemur henni bara fullt að gælum og kommenta. Berglind Arnóttir, nú þetta mér alltaf döðli, stuglega skvísa. Byrju, og svo er bara nokkur hérna frá að koma með mér ræktina. Þetta er bara heilt tjatt Já, hérna. en þetta er bara messenger þessa tíma. Ég seti hérna 17. nóvember 2008, ég greinlega byrjaði hans fyrir en ég sagði hann. Feels privileged. Fyrir hvað? Ég bara veit það ekki. Og Og enginn svo að kommenta? kemur annar, hérna, is fortunate. Bilast. Fersk, nýkominu lauginni. Ok, ég allan að, hérna, ok, þetta er orðið lítið gott. En ég er búin að finna, fyrsti statusin minn var 9/11, 2008. Is in Hong Kong and loving it. Ég lofa það. Ég í Kósines með kæru í Köpen. Æðislegt, gott að vita. Já, æði. Æðislegt. Hérna, saumar brúðakjól og úlf í dag. Æðilega. Úlf. Já, ég ger svona úlfa átfitt en eitthvað. Veitu, Já. steik með Óla og Aldísi. Þú allar ekki að hætta. Loksins útskrifuð og fysislega orðin fatahönnur. Ok, þetta blows my mind. Ok. Andrea Magnúsdóttir í Sundi. Ha? Hver skrifaði statusin? Hvenær var þetta? Þetta er Þetta er 2009. síðast skissum og sund. Já, pottet. Sirka. Hafnarfjörður City, betur þetta hægt? Já. Ok, ég er með hérna. Okkur finnst þetta óksla fyndi en ég held að þetta sé komið gott. Já. Góða Eða þú nótt, veist kæru vinir, nær og fjær. Ég ætlaði samt að segja þér eitt. Ok, þú mátt það. Uh, Bring it on. og já, hérna var eitt sem ég var svo gætt. Ok. Allt er. Já, ég Happy held mér. Feet. Á stöð 2, besta mynd ever, mæli með henni. Happy Feet. Hvaða ár var þetta? Þetta var 2009. Ertu svona í live á vegniðinum að mæla með að fólk horfa á Happy Feet í línulegri dagskrá? Já. Velgert. Yes. En það sem ég ætlaði að reyna að segja er bara, þú ert of snögg fyrir mig, er Já. bara að mamma þín, yndislega mamma þín, Já. Blessu sér minning hennar. blessu sér minningan, hann er alltaf að kommenta og hérna skrifa ég, Ísland. Hey Mús, er búin að hugsa rosa mikið til þín undanfæri saknaðin. Miss you too, Maja Mús. Já. Við verðum að skæpast soon. Þarna Já. bjóst þú í London og ég Já. í Kaupmannhöfn. Það hittst Æ, aldrei. mamma mín kommentar á þinn Já, status. ég ætlaði að leita því, þess vegna var ég ekki alveg búin. Já, Það ok. var það sem ég var svo spennt að sína þér, en Já. ég tók svolítið mörg Já. skjáskott. En já, En sko já, ég var samt líka að segja að hérna mamma, hún var sko rosalega á Facebookinu sko, Já. hún var líka bloggari og eitthvað, hún kommentaði já, á hvern einasta status Ok, búin sem að- að ég setti á Facebook. besta, hún var líka svo orðheppin. Já, Já. hún var mjög hnittin og orðheppin og algjört kast. En sko, málið er, hérna skrifa ég 2010, 2. júli, haldir, Liffa og Haffa. Come on. Liffa og Haffa, come on. Fyrsta manneski komið þar. Jenny Anna Baldsdóttir, mamma þín heitin. Og Mæsan er hér, hjarta. Já. Það er þú hjá henni. Já, Og hérna, og ég skrifa, ég sakna henni svo mikið, eitthvað bla bla bla. Og hérna, og svo kemur einhver ræða frá bara mömmuðinni. Og hún skrifaði með þetta, Liffa lífinu. já, Og við ætlum að gera það. já. Já, mér finnst það góðu lögverð. Já, æ, takk fyrir. Hérna, bjóst ekki við neinu minna af henni en bara Nei. eitt stykki ræði í kommentum. En já, það var mjög fyndið að hún literally kommentaði á En sko, alla. það er langur komment frá henni. Já, Bara hvað þú er að gera og drífa ókslega mikið, vera ókslega hratt og hafi verið að ræða það við henni í gerkvöldi en hún ætlaði að knúsa því klessu frá mér, bla bla bla, Já. og hún ætlaði besta. Já. Það með þetta ókslega krúslega. Já. Mér fannst bara Æ, takk. bæði Liffa, Haffa, Maja og mamma einn. Já. Það er það bara eitthvað æ, takk fyrir mjög það. vinalegt. Þetta var skemmtilegt. Mm. En Yes. hérna, já, herru, svo ætlaði ég að segja, þetta er nú smá saga að segja frá þessu. Nýr Já, samstarfsaðili, já, MSIs. Já, Sko, ég er búin að kaupa bílfarma af af Nettotopp af því að svona minn Stormur sem að hérna, eina litla barnið mitt sem borðar ís
hann er sko elskan hautopp og ég er búin að ala hann upp basically á því að það sé bara eftir alltaf dag. María Greta. Sko, ég ætla bara að segja. Ég er sammála, ég tekja þetta tilbaka sem ég sagði, ég borða hann eftir þetta alltaf. Nei, að því ég er bara að segja, þú veist, hann er ekki bara, það er ekki laugardagsnammi eitthvað svona. Ég vil líka, þú veist, vill ekki búið til tabú í kringum einhverja svona hluti, að því að mér finnst allt gott í hófi og ég bara segja að hann færi ekkert eftir þetta alltaf daga, en hann er oft bara, má ég fá ég eftir eitt í dag? Og það gæti bara verið eitt Maryland keks eða, þú veist, stafaserju sem er svona, morgunverður skilur sem að Mér langar alltaf eitt svo já, en þannig ég bara segja og hann bara er alltaf bara, þú veist og ég er alltaf bara, ég ætla að tjekka hvað er til af því að mér finnst bara allt gott í hófi skilur og ég vill ekki að hann sé bara með eitthvað óheilbritt samband við mat eða nammi eða eitthvað svona, þú veist, maður á ekki það er mín skoðun. Herðu, svo áðan þá var ég að koma hingað og það var ekki til neitt eftirréttur fyrir barnið þriðjudagskvöldi, sjokkar og og það vantaði mjólk þannig að hann hljóp út í pítsubúð og Pétursbúð, já, bara á hotninu og mátti kaupa sér eitt nettopp en hann sá þegar hann var komin í búðina að hann var með nóg fyrir 4 heilum kassa hann keypti kassa minn maður og við erum náttúrulega ekki búin að sækja okkar dót þannig ég heyrðu, Stormur, ég ætla að fá að taka kassaðinn og setja hann í hillina sjoppan okkar já, ég var svo ánægð með hvað hann var útsjónasamur þú veist, að ég sá ég var með nóg þannig ég keypti 4 ég ætlaði sko bara að kaupa 1 þá veit bara girl math já, girl math döða sko. með peningur á bæsinu en sko núna er náttúrulega bara sumar að koma og ég er ótrúlega spennt það er fullt skemmtilegt að fara að gerast í MSIs líka sem við ætlum að ný bröð og svona sem við eftir að segja ykkur frá mjög spennandi og já það fer nú að líða lokum hjá okkur spurning vikunar að hvað er? Já, ég var náttúrulega með leiðilega spurningu fyrir þig að því að þú svaraði hann ekki rétt. Þú vissir ekki hvað varst það Michael Jackson dó. Eldra munið að margir? Já. Ok. Herðu, gerum könnun. Hvar varst þú þegar Michael Jackson dó? Nei, manst þú hvar þú varst þegar Michael Jackson dó? Ok. Getur þú gert könnun á Instagram? Og það bara já að nei svar? Já. Ok. Bara I'm gonna prove you wrong. Þú sem ekki besservissir, ok, en ég ætla bara besservissir? Ég var að segja, ég hef bara rétt fyrir mér. Ég ætla samt að segja þér ekki kalla mig besservissir. Í öllum könnunum sem við hefum gert af, ég hef alltaf unnið með þessari fermingar. Það er fleiri sem sagði að vera gaman. Bara að segja. Ok, þannig ég veit ekkert best, en ég veit þetta. Ok, gerum könnun með. Ok, takk fyrir. Kannski vinnur, ég vona á vinnir, ég held með þér. Ég mun vinna, ég mun. Ég held með þér. Watch this space. Herri, ég hef með spurningu fyrir þig. Ok. Hvernig bíl þetta? Já, Mercedes-Benz, GLC, hvítan svona jepling. Elska. Ég á líka Mercedes-Benz. EQA. En mér langar svo að segja að ég er í G-Wagon. En það er næsta. En veistu það er náttúrulega bara draumabílinn. Já, vákan flottur. Já. En svartur kannski. Eitthvað mynd þú farið liðin? Ég held hvítan? Nei, ég held að ég myndi fá mig svartan. Mér koni að spurning leðarsetum. Yes, please. Já. En já, ég bara... En þetta er bara algjör tilfellin að við séum bara Mercedes-Benz. Já, það er algjör tilfellin. Og það sem ég finnst ótrúlega svona gaman og kannski merkilegt er að fyrsti svona virkandi, þú veist, svona bíl sem gekk fyrir bensinni, var hannaður eða gefin út af Benz 1885. Sturlu stærri? Já. Sturlu, Karl Benz. Og þannig að já. Karl Benz? Já, hann hét Karl Benz. Já, ok. Já. Þannig að sá sem að, já, bara hannaði bara fyrsta bílinn. En við vorum að byrja líka í samstarfi með Mercedes-Benz sem ég finnst alveg ótrúlega viðægandi þar sem þeir eru í samstarfi við tísku og Fashion Week, alltaf þegar við erum með Fashion Week og tengjast ótrúlega mikið tísku út allan heim, þannig að það er fullkomið mats fyrir okkur. Algjörlega. Og ég líka elska logoð þeirra, það er svo flott. Já, það er undar ógeðslega flott. Já, stjarnan. Já, einmitt. En ertu með ykkur þráhyggju vikunar? Já, sko, það er eiginlega bara sumar, sól. Þetta er sumarsól og bara hlakka til að bara fara í sumafrí og bara hafa gaman. Býta aðeins. Rétt með bíliklana, ég ætla í ísbíltúr. Gjör svo vel.
Herðu, takk fyrir geggan þátt. Skál fyrir því. Skál fyrir því. Vitamin vel fyrir gæls og bara góða helgi. Góða helgi.